Á bænum Hvammi í Skorradal starfsstöð Skógræktar Vesturlands. Þar koma margir við og versla kurl, eldivið, tréplanka og fleira. Við litum við á fallegum sumardegi og fengum að fræðast hvað skógarvörður Vesturlands gerir. Út af hverju skógrækt mikilvæg? Það að segja, ef hún mikilvæg? Já, það eru margar góðar ástæður til að rækta skóg. Við bindum mikið kolefni með skógi. Við framleiðum timbur og skógarnir okkar hérna á Vesturlandi í dag eru farnir að búa til, eða við erum farnir að nýta timbrið okkar í timbur, kurl mikið líka, eldivið, en við erum komnir með töluvert magn af nýtanlegu efni sem hægt að búa til planka og borð og svona. Er það bara tiltölulega nýhafið eða er þetta búið að vera lengi? Já, þetta er tiltölulega nýhafið, já. Það er svona, við fengum sög hingað, ég held að það hafi verið 2007, það var þetta áður ég byrjaði og hún hefur verið notuð svona dálítið síðan. Eftir hruni kom svona pínu sprenging að fólk vildi nota íslenskt timbur og þá var nóg að gera hjá okkur hérna í að saga í pandanir. En það er svona aðeins dregið úr því núna eftir að fólk fór að hafa kannski meira á milli handana. Skógrækt á Vesturlandi, eru við rík af trjám? Já, við erum slatta. Mætti að læra meira, miklu meira. En Borgarfjörðurinn, allt svæðið, það er nú einna ríkasta svæði á landinu af íslensku birki. Þetta er einn umfangsmesti birkiskógur landsins. Þó að sé kannski ekki mikið beinn, heldur hann beyglaður svolítið. En að birki eigum við nóg og við eigum töluverða góða skóga af barrtrjám líka. Er hérna skógarvörður, þetta er dálítið sértækt starfsheiti. Út af hvað gengur, getur lýst venjulegum degi í þínu lífi? Já, þú meinar. Það er kannski enginn dagur eins? Það er enginn dagur eins og þó maður sé búinn að plana eitthvað ákveðið yfir daginn, þá var það ekkert endilega víst að það gangi eftir. Þetta er skógarvarðastaðan er eiginlega svona deildarstjórastaða. Ég sé alla skóga sem Skógræktin er með á sínum vegum hérna á Vesturlandi, sem eru 30 talsins frá Gilsfirði og suður í Hafnarfjörð. Og þannig að þetta er svona dálítið stórt vinnusvæði. Það getur komið alls konar hlutir upp og bilað eitthvað dót eða maður þarf að skjótast eitthvað. Þannig að þá er dagurinn bara farin í einhverja vitleysu, með það sem maður var kannski búinn að plana morguninn. En svona venjulegu dagur, þá rölti ég hérna niður til húsinu mínu sem er hérna fyrir ofan og tek stöðun á mannskapnum frá deginum áður og svona legg línurnar fyrir daginn fyrir þau og svo fer ég niður á skrifstofuna mína sem er niður á Hvanneyri. Og svona gera það sem ég þarf að gera þar. Og svo fer ég mjög gjarnan út í skóg og svona tek stöðuna eins víða eins og ég get. Og ef það bílar eitthvað hjá krökkunum og svona, þá þarf ég nú ofta stumri yfir því og vera alls konar reddingar. Þannig að þetta er svolítið mikið skrifstofavinna en samt svona ofboðslega fjölbreytt. Og ég kem nú í raun að öllum störfum sem að bóndi hefur á sinni jörð, nema ég bara með miklu fleiri jarðir. Þannig að ég er svona bóndi á mörgum jörðum. Sjáum jörðina og tækin sem þarf til þess að rækta hana og allt það? Já, og allt og ræktunar áætlanir og að þær séu gerðar og við fáum plöntur á réttu tíma og panta plöntur 3 ár fram í tíman og svona. Þetta er alls konar. Út af hverju þessi ást á skógi? Hefurðu alltaf verið hrifin af trjám, bara alla ævi? Nei, ekki alveg. En ég ætlaði mér alltaf að verða bóndi, Ég vissi það bara strax þegar ég var svona rétt farin að labba. Ég myndi aldrei vera svona hrifinn af því að vera inni og lesa og ég var alltaf úti að leika mér og fór snemma í sveit og vildi bara vera út í náttúrunni. Eftir að ég fór í sveit þá vildi ég ekkert vera í bænum. Gæti aldrei beðið eftir að skóli var í búinn og svo ég kæmist í sveitin aftur, Svo fór ég að vinna í skógrækt og þá var þetta bara svona ofboðslega skemmtilegt. Ég er búinn að vera í þessu síðan 1990 og búinn að mennta mig í mastersgráðu í skógfræði og hérna svona. Þannig að maður er búinn að svona, ég held að maður snúi ekkert aftur úr þessu. Þú ert líka með dálítið mannaforráð bæði hér og væntanlega á einhverjum starfsstöðum á Vesturlandi, eða ekki? Við erum bara með eina starfsstöð, hún er hér, þannig að við þjónustum allt héðan. Ég hef aðeins nýtt mér svona félagasamtök. Eins og til dæmis í Dalasýslu þá fékk ég Lions klúbbinn í Búðardal til að planta fyrir mig á einni jörð sem við erum með þar.
og ég er svona, mér langar svolítið til að gera meira af því sko, að fá heimamenn til að hjálpa okkur. Það er alveg tvennt sem vinst með því og jafnvel meira því að þú kemur bara meira samstarf milli skógræktarinnar og heimamanna. Heimamenn komin á svæðin og þeim finnst þeir eiga svolítið í þeim. Þannig að svona, við fáum svona meiri velvilja og við fáum svona betra umtal í sveitinni. Og það er svona náttúrulega þessi svæði sem eru lengri í burtu, þeim er náttúrulega sjálfsögðu minna sinnt. Það er langt að fara þangað. Minna að gera en við erum svona, maður fer samt alltaf svona nokkru sinnum á ári og kíkir á þau og tékkar hvort að þau þurfi kannski ekki að fara að grisja eða planta meira og svona sko. Og við erum að reyna að dreifa kröftunum svolítið svona, við erum ekki bara hérna í Skorradalnum. Heldur það skiptir máli að tala við plöntur? Örugglega. Talar þú við þær svona mússast í þeim? Ekki mjög mikið. Ég hef svo margar plöntur að ég myndi ekki gera neitt annað alla daga nema að tala við plönturnar. En það er náttúrulega, maður hugsa náttúrulega vel þær.